Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála, bæjarritari og upplýsingafulltrúi sem hér eru í fundarsal Austurbrúar á Reyðarfirði. Ástæðan fyrir því að við erum á þessum fundarstað er að það eru framkvæmdir á skrifstofu Fjarðabyggðar og því ekki hægt að nota fundarsalinn þar. Þannig að bæjarstjórnarfundirnir munu flytjast tímabundið hingað yfir í Austurbrú. En ég býð ykkur hins vegar velkomin til 340. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og ég segi hann hér með settan. Fundurinn er tekin upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs, þeir eru númer 768 og númer 769 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum. Svo er það íþrótta- og tómstundanefnd númer 106 og númer 107, þær verða einnig bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum. Fundargerð stjórnar menningarstofu og safnastofnunar númer 4, umhverfis- og skipulagsnefnd númer 8 og númer 9 og þær verða bornar upp saman til samþykktar. Ef enginn veiti því andmælum, fundargerð félagsmálanefndar númer 158, fræðslunefnd númer 116, hafnarstjórn númer 285, fundargerð mannvirkja- og veitunefndar númer 6, fjallskilanefnd númer 2 og barnaverndarnefnd númer 142. Síðan eru 2 almenn mál og það er mál númer 13 sem er fjárhagsáætlun 2022, viðauki 3 og að lokum númer 14 sem er fundaáætlun bæjarstjórnar. En þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrár fundargerð bæjarráðs númer 768 og númer 769 og orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Og Stefán Þór Eysteinsson, formaður bæjarráðs, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarstjóri og bæjarstjórnarfulltrúar. Já, það eru heilmargir liðir undir í dag en langflestir þeirra snúa að fjárhagsáætlun gerð. Hún kemur í raun og veru eins og drög hjá okkur næsta mánudag og síðan er hún til umræðu hérna hjá okkur í bæjarstjórn í nóvember og þá er þetta að ræða einstakar liði þar. En svona heilt yfir hana vil ég þó segja, við auðvitað í bæjarráði fengum til okkar allar nefndirnar, fengum þeirra fund til okkar. Og við skynjum það mjög sterkt að í öllum nefndum eru allir að vinna vel saman, sæmilega vel saman þvert á flokka og allir gera sér grein fyrir ábyrgð sinni þegar kemur að þessari fjárhagsáætlun gerð sem við erum í núna í ár. Og ég get sagt eins og fyrir mína nefnd að það hefur verið mikill samhljómur hjá okkur öllum og samvinnan hefur gengið bara virkilega vel. Nú undir fyrri fundargerð bæjarráðs ef við fer nú í einstakar liði og vil ég fara í lið 1.9 en við fengum sem sagt að vita það að við fengjum styrk frá Alcoa Foundation upp á 3,6 milljónir sem er hugsað til þess að koma að uppbyggingu tengdu óveðrinu og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt og við erum þakklátt að hafa svona fyrirtæki sem er tilbúið til að styðja við samfélagið með svona gjöfum og aðstoða við þá uppbyggingu sem framundan er. Og við erum auðvitað gríðarlega þakklátt fyrir þann styrk. Nú ef ég hoppa yfir í bæjarráð 769 og við förum í lið 2.7, en þar undir er starfshópurinn framtíð íslenska stríðsárs-safnsins. Þarna er auðvitað mikilvægt mál fyrir okkur í Fjarðabyggð og það hefur myndast smá umræða í kringum þessa skýrslu sem kom frá starfshópnum svona framtíðar staðsetningu á safninu og það er auðvitað mikilvægt að þessi vinna verði unnin vel og vandlega og í samstarfi við auðvitað bæjarbúa á Reyðarfirði því að við þurfum auðvitað að hafa í huga þau munu hafa mjög sterkar skoðanir á því hvar safnið á að vera og þurfum auðvitað að ræða þetta vel og vandlega og ég hef enga trú á öðru en að það verði gert og að sú umræða verði öll sem er mjög bara til fyrirmyndar. Undir lið 2.9 þar er til umsagnar þingsályktun endurskoðun á regluumhverfi sjókvíaeldis. Við svo sem höfum talað oft og ítarlega þetta og við fögnum auðvitað því
að hér sé hafin raunveruleg vinna við endurskoðun á því hvernig tekjurnar skiptast sem að myndast í sjó eða í laxeldinu. Við höfum auðvitað talað fyrir því öll sömur hér að við viljum sjá hærra hlutfall af þessum tekjum renna til sveitarfélaganna og okkur finnst auðvitað flestum mjög óeðlilegt að tekjurnar séu þannig í dag að það renni í einhvern sjóð sem við þurfum síðan að sækja sérstaklega í. Þannig að við fögnum þessari vinnu og mér sýnist svona heilt yfir áætlunin sé að endurskoða þessa skiptingu með það fyrir augum að auka okkar hlutdeild þá sveitarfélaganna í þessum tekjum. Já, ekki meira frá mér í bili. Takk. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerðir bæjarráðs 768 og 769 eins og Stefán kom inn á og þá fjalla þau að stórum hluta fjárhagsáætlanir og þá fjárhagsáætlana vinnu sem við erum að vinna í þessa dagana og ég tek bara undir það sem að Stefán sagði að það margt gott sem að hefur komið frá nefndunum varðandi þær niðurskurðar tillögur sem að þau eru að leggja til og ég bara lýsi yfir ánægju minni með þá vinnu sem að við höfum lagt í þetta bæði í nefndunum og bæjarráði, sérstaklega núna svona síðustu 2-3 vikurnar þegar maður er farin að sjá svona meira heilstiftari tillögur og það margt gott sem að kemur í þeim varðandi rekstur sveitarfélagsins. Auðvitað er þetta margt þarna sem er erfiðar ákvarðanir að taka, sumar hverjar snúast að þjónustuskerðingu. Aðrar ekki, aðrar eru einfaldlega hagræðingartillögur sem að snúa að því að straumlínulaga á þjónustu sem við erum að veita og við eigum að forðast það að nálgast allar hagræðingar sem þjónustuskerðingu. Oft þurfum við bara að leita leiða við að nýta tæknina, nýta betri þjónustu á ákveðnum stöðum en færri þjónustu einingar. Og ég held að ef okkur tekst vel til við að kynna þetta allt saman fyrir bæjarbúum, þá ættum við að ná að tryggja það að það ríki almenn sátt þetta svo framarlega sem að við höfum stefnu og heildarsýn hvert við erum að stefna með þessu því að það að gera A-hlutann sjálfbæran er ekki spretthlaup, þetta langhlaup en ég segja að þeim mun hraðar sem við förum í þetta, þeim mun styttra verður langhlaupið og það á auðvitað að vera markmið. Og ég held að það sé óraunhæft að við gerum A-hlutann sjálfbæran á næsta ári en ef að við tökum vel á því núna, þá ættum við allavega að sporna gegn þeirri þróun sem hefur verið undanfarin ár, þar sem að gatið hefur stöðugt verið að stækka. Svo ætla ég að fara hérna í lið 1.13 í fundargerð 768. Það frágangurinn að Haga og Teigagerð á Reyðarfirði. Þetta réttmætt erindi frá íbúa á Reyðarfirði sem að svona að kalla eftir því að fá upplýsingar fráganginn á vinnubúðunum. Og það áttu auðvitað að vera búið að ganga frá þessu svæði fyrir löngu síðan samkvæmt samningi við Alcoa. Nú langt liðið og það bara eðlilegt að við tökum samtal það og skoðum það mjög vel hvernig fyrirtækið ætlar að skila þessu svæði. Ég sé það bara í dag að það mjög mikið farið að ganga á þá göngustíga og svæðið eins og það var áður en að vinnubúðirnar komu þarna. Og það mjög mikilvægt að við tökum þetta samtal við fyrirtækið það hvernig þeir ætla að standa að þessum málum og hvernig við
viljum sjá þetta svæði til framtíðar því að ég finn bara sterkt fyrir því að íbúum Fjarðabyggðar að þau eru mjög svona að fá að vita hvað á að verða svæðið og hvernig við ætlum að taka við því frá fyrirtækinu. Og jafnframt held ég að það sé alveg kominn tími til þess að kalla fyrirtækið aftur á fund. Þetta hefur dregist alveg gríðarlega lengi að ganga frá þessu svæði. Fyrirtækið hefur fengið frest suma hverja mjög skiljanlega vegna málaferla og bara ýmissa tafa og við höfum sýnt mikla biðlund og sýnt þessu mikinn skilning. Nú hefur verið afdráttarlaust gefið út að það eigi að fara að ganga hraðar í að ganga frá svæðinu. Ég get ekki séð að það verði búið að ganga frá því í haust. Það stóð til að ganga frá þessu í sumar, það voru þau svör sem við fengum. Og ég held að það sýni því allir skilning þó svo að við förum að ganga svolítið á fyrirtæki varðandi skýrari svör og ýta með meiri þrýstingi heldur en við gert áður vegna þess að það verður seint talið að við höfum ekki sýnt biðlund í þessu máli. Þá ætla ég að vinda mér í fundargerð bæjarráðs númer 769. Þar eins og í fyrri fundargerð vorum við bara í þessari fjárhagsáætlana vinnu en ég ætla að fara í lið númer 27 starfshóp framtíð íslenska stríðsárásafnsins. Þetta í rauninni mál sem að var á síðasta kjörtímabili og minnisblað þessa starfshóps var skilað á síðasta kjörtímabili og í minnisblaði starfshópsins er farið yfir þá valmöguleika sem voru í stöðunni. Bæjarfélagið keypti mjög merka muni frá Reykjanesi sem að eiga vel heima á stríðsársafninu og ég held að sú ákvörðun hafi verið rétt, einfaldlega út frá þeirra ástæðu að við höfum hug á því að byggja upp stríðsársafni til lengri tíma. Og ég held að þetta sé einstakt safn og hafi þá burði til þess að stækka enn frekar. Í vinnu hópsins þá kom fram að stríðsársafnið eins og það var þá fyrir óveður myndi ekki rúma þá muni sem við höfum keypt. Og það kom jafnframt fram að kostnaður við að byggja upp það stríðsársafn væri 150 milljónir. Og það var að lokum niðurstaða hópsins að það væri skynsamlegri leið að hefja samtal við íbúa það hvort að ekki væri skynsamlegri kostur að færa safnið í miðbæinn og fjárfesta þar í eitthvað af þeim bilum sem að hafa verið hér til umræðu að bærinn myndi festa kaup á til þess að styrkja miðbæinn enn frekar hér í Reyðarfirði og hefja vinnu við að samræma miðbæinn meira við gildandi aðalskipulag og við sáum einfaldlega mörg hver innan hópsins, nú tala ég bara fyrir mig, kosti þess að stríðsársafnið væri í miðbænum. Bæði fyrir safnið, jafnframt fyrir bæjarnefndina og miðbæinn. Og jafnframt sáum við það að það myndi kosta okkur fjárhagslega minni upphæðir heldur en að gera upp núverandi safn. Alls ekki meira. Og þá sáum við bara líka að það væri hægt að hafa þetta á einum stað, það væri hægt að skapa sýningar, vera með móttöku og fleira í þeim dúr frekar en þar sem að safnið hefur verið, þar sem að við höfum þurft að vera með það í nokkrum einingum og erfiðar að búa til svona heildstæða sýningu eins og nútímaleg söfn kalla á. Og ég held að í þeirri vinnu og til þeirra sérfræðinga sem við höfum leitað til meðal annars frá Háskóla Íslands að þá hafa þau tekið bara undir þessi sjónarmið að vera með eitt heildstætt safn sem svona getur boðið upp á þá nútímalegu möguleika í svona
varðandi sýningar og varðandi búnað og annað. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum að svona huga að framtíðar staðsetningu áður en að við förum að setja það inn í áætlanir og fleira hvernig við ætlum að standa að safninu. Þá hér mál númer 2.9 eins og Stefán kom inn á umsögnum þingsályktunum endurskoðunar laga og reglugerðar umhverfis sjókvíaeldis. Þetta mál varðandi fiskeldissjóð við höfum sent frá okkur bæði héðan úr Fjarðabyggð og eins sveitarfélögin fyrir vestan fjölmargar ályktanir mikilvægi þess að sveitarfélögin fái beint til sín þann hluta sem útdeilt úr fiskeldissjóði eftir umsóknarferli þangað inn og ég held að allir séu sammála þetta. Ég hef ennþá ekki hitt þingmann sem ósammála mér í þessu máli að það sé miklu eðlilegra að við fáum beint útdeilt úr fiskeldissjóði og það þarf þá bara einfaldlega að ákveða hvort að það taki mið af burðarþolsmati, áhættumati eða lífmassa fjarðanna. Og auðvitað þetta kannski erfiðari ákvörðun að taka fyrir vestan þar sem að sveitarfélög deila fjörðum og deila þá þessum lífmassa að einhverju leyti og þá svona úthlutunin flóknari þar en ég held að hún sé alltaf einfaldari heldur en fyrirkomulagi í fiskeldissjóði þar sem að þeir fá fjöldan allan af umsóknum frá sveitarfélögum í ýmis verkefni sem að verða að falla þá að markmiðum fiskeldissjóð innviðauppbyggingu vegna uppbyggingar fiskeldisins. Og mér finnst þetta voðalega sérstakt, sko. Það verið í ráðuneytinu að vera að skipa starfshóp til þess að fjalla þetta, til þess að fjalla þá hvernig best væri að úthluta úr fiskeldissjóði og þetta svona eitt af þeim fjölmörgum málum sem að fer einfaldlega bara í taugarnar á mér varðandi ríkisvaldið, varðandi svona seinagang í ýmissi ákvarðanatöku. Þetta mjög einföld ákvörðun að taka og það til endalaust mikið af gögnum það hvernig heppilegt að standa að þessu, fjölmargir valkostir og það þarf einfaldlega að taka ákvörðun. Því ekki segja við sveitarfélögin fyrir vestan að þau verða að koma sér saman þetta. Það verður einfaldlega bara að breyta þessu og taka þá samtalið og taka þá ákvörðun út frá því. Því þetta heilmiklir fjármunir í húfi og mér reiknast það til með þau gögn sem ég hef séð að bara á þessu ári hefði með beinni úthlutun með við burðarþolsmat hefði Fjarðabyggð verið að fá 150 milljónir og það væri þá árlegar 150 milljónir bara með við núverandi stöðu og burðarþolsmat. Það fyrirsjáanlegt að þetta muni hækka umtalsvert á næstu árum. Þannig að þarna eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi og ég bara skora á okkur að við leitumst allra leiða við að fá fleiri í þessa baráttu með okkur við að breyta þessu og Samband íslenskra sveitarfélaga og stjórnmálasamtökin og aðra til þess að þrýsta á að þessi sjálfsagða krafa verði að veruleika. Takk fyrir þetta. Jóbjörn Hákonarson, bæjarstjóri, biður um orðið. Forseti og góðu bæjarfulltrúar, kannski aðeins að koma hér bara inn á nokkur mál í þessum tveimur fundargerðum sem hafa nú verið reifuð svo sem að líka hluta til hér af fyrri ræðumönnum. Eins og kemur fram þá náttúrulega fjárhagsáætlanagerð og þær bera þess merki og hefur hér rætt í fullum gangi og ég verð nú að segja að hún fjárhagsáætlanagerð núna í verðbólgu ástandi eins og núna á Íslandi, þá fjárhagsáætlanagerð ekkert svo sem bara hér heldur með víða mjög þung undir fæti. Á sama tíma og við erum að fá inn til, við satt í fullnustu, það kjara breytingar sem hafa orðið á síðustu árum sem hafa gert það að verkum og það umhverfi í kringum það hafa gert það að verkum að menn þurfa þetta bara svolítið að vel eins og hefur komið fram bæði hér hjá Stefáni og Ragnari. Þetta viðfangsefni sem skulum segja það verðugt viðfangsefni að takast á við og
og sveitarfélögin svo sem ávarpuðu það og hafa ávarpað nú bæði á sínu landsþingi sem haldið var daginn á fjármálaráðstefnu í liðinni viku að við teljum náttúrulega að það sé ekki jafnt gefið í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Það má deila og á það með eflaust hafa skoðanir en engu að síður eru bara margir af þeim málaflokkum sem við tókum yfir hafa á liðnum árum aukist kostnaður það mikið að hann fylgir ekki lengur þeim samkomulum sem gerð voru á þeim tíma þegar þeir voru leiknir yfir. Ég ætla ekki að það er óstöðum að fara yfir málaflokk fatlaðra, það er búið að vera mikil umræða það og orðið svona almennt heyrist mér allavega vitund ríkismegin að þar þurfa að koma til auki fjármagn til þess að standa undir þeirri þjónustu sem við tókum þar yfir. Og það er náttúrulega svo sem alveg hvernig sem við lítum á það. Samkomulag sem gerð voru og ef við getum farið lengra aftur til yfirfærslu grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga að við það var gert ákveðið samkomulag ákveðna hækkun og útsvari sem átt að standa undir þeirri yfirfærslu. Það getur aldrei verið svo að sú upphæð þá er að sá samningur sem þá að gera, hann getur ekki endurspeglað þetta aldur og ævi. Síðan breytast samfélagsmynstur, það breytist kennsla, það breytist svo margt, það breytast viðmið og fleira sem ekki eru þau sömu og voru uppi þegar að sú yfirfærsla átti sér stað árið 1996. Það var kjörtímabil 94-98, minnir að yfirfærslan hafi verið 96. Þannig að það er full ástæða og það liggur fyrir hjá sambandi sveitarfélaga og sveitarfélögin hafa allir sveitarstjórnarmenn landinu, hvað sem þeir standa í stjórnmálum, hafa verið mjög skýrir með það að við verðum að taka dýpri og það þarf að taka umræðu og þá er ég ekki að tala um að ekki taka umræðu, það þarf að gerast með mjög markvissum hættum og við ræðum og fáum lausn og sýn í það með ríkisvaldinu hvernig tekjuskiptingum sé háttað og hvort sé ekki full ástæða þess að auka hana einhver leyti til að standast undir þeim kröfum sem við erum að gera núna í þeim samtíma sem við lifum í. Það breytir því ekki að fjárhagsleg ábyrgð sveitarfélaga verður áfram mikil og menn geta haft á því og eflaust má til sanns við að færa að við hefðum viljað það má gagnrýna hvort hún sé nægjanleg. Engu að síður að samt þannig að mörg þau verkefni sem við höfum tekist á við á þessu ári ástand í mannvirkjum sem koma skyndilega upp á með miklu. Þetta eru aðstæður sem krefjast þess að við grípum inn í mjög ákveðið. Þetta er heilsa undir. Þetta gerir það verkum að þetta kemur oft inn í áætlanagerð sem jafnvel búið að framkvæma hluta af viðhaldsfé, þannig að við þurfum að bæta við. Þetta er aðstæður sem við bökkum ekki út úr. En það er sjálfsagt eðlilegt og það sem nefndirnar hafa gert og gert mjög vel og ég vil nú taka undir og hrósa nefndum því að þetta er nú ekki fyrstu fjárhagsáætlanagerðin sem við komum að nefndir hafa tekið hluta sitt mjög alvarlega og skoða alla þætti til þess að við getum mætt þessum aukna rekstrakostnaði, þessu þunga rekstrakostnaði sem A-hluti sveitarsjóðs komið með og hefur verið með síðustu ár. Og ég vil nú leyfa mér svona að segja þjónustu breytingar. Það er þannig að við ekki að horfa endilega í skerðingu, heldur við breytum þjónustu, breytum eðli þjónustu á samhátt og viljum heldur ekki rýra gildi þess að búa hér eða þess hvernig samfélagið heldur utan íbúa sína og annað slíkt. Þannig að það verða áskoranir í þeim efnum. Ég tel líka að það sé mjög mikilvægt að í þessu, eins og ég hef alltaf áður hér sagt, við þurfum að horfa á þetta til lengri tíma. Sumar af þeim tillögum sem lagðar eru fram eru langhlaup. Þær verða ekki framkvæmdar á einu ári, en þær geta verið mjög skynsamar til lengri tíma og geta þá skila ávinningi þegar líður á kjörtímabili eða líður á næsta ár og það er það sem við viljum taka með okkur út úr þessari vinnu að það sé með þeim hætti að það skili til lengri tíma. Traustum leiðum til þess að við náum betri yfirsýn og betri umhald utan rekstur okkar að sama tíma við séum ekki að fara í stórfelldar þjónustu skerðingar en hugsanlega þjónustu breytingar. Þannig ég held að við séum öll saman á það. Þannig að þetta verða heilmiklar umræður sem eftir eru. Fjárhagsáætlun á að koma í drögum til bæjarráðs á mánudaginn kemur. Síðan það er svo lögð fram 31. október og fer svo hér inn til bæjarstjórnar þar eftir. Þannig að þetta er vinna og sem kallar á
á heilmikla líka eins og áður hefur komið fram ákvarðanir þessu tengt. Aðeins í sambandi við erindi, það sem Ragnar kom inn á, í sambandi við erindi sem var í liði 13, frágang bæði Haga og Teygagera, það sannlega rétt að þessi tölvupóstur var góður til þess að ýta við þessu máli. Það liggur fyrir náttúrulega í samkomulaginu Haga, frá því að vinnubúðirnar voru reistar á sínum tíma, þá lá fyrir og liggur fyrir samkomulag við Alcoa það sem Alcoa bar ábyrgð á vinnubúðunum, og frágangi svæðisins að þeim þegar notkun þeirra líki og all þess tíma sem eftir hefur frá því liðið, hvernig það skuli gengið frá. Og það er rétt og það er sjálfsagt að taka þá umræðu við Alcoa. Það var gert ráð fyrir að þá er afmáð öll ummerkjum vinnubúðar í upphandlingssamkomulaginu. Og en það er nauðsynlegt að taka bara það samtal nú, því sannlega hefur Alcoa gefið það mjög skýrt út að vinnubúðirnar skulu fara í þessari atrennu, skulu fara í haust og hausti líður, en vonandi sjáum við til enda, því þetta er bæði hefur náttúrulega lengst tíma, þetta bara lítið orðið á að sjá þetta eftir og svo bara nákvæðin hætta þegar bíll verið í gangi yfir, það er mjög lítið eftir það. Þannig að við þurfum að taka einstað líka þurfum við að gera það okkur í Bróksveitar og ganga frá svæðinu við Teygageri. Svæðið við Teygageri er garðúrgangssvæði sem við höfum eftir að ganga frá og hefur verið samþykkt. Við þurfum að ganga frá því. Þannig að viðskilnaður þar sé ásættanlegur í þessu. Síðan náttúrulega bara held ég að sé full ástæða til að ræða framtíð Stríðsfossahafns. Ég held að sé mjög gott að gera það í ákveðnu rými, að ræða hvernig við viljum sjá þá uppbyggingu. Ég veit að hér eru á því skoðanir á Reyðarfirði. Íslenska Stríðsfossahafn er afskaplega skemmtilegt safn sem maður þykir afskaplega vænt segir einstaka sögu sem önnur söfn á Íslandi alla jafna segja ekki, og ekkert að segir sögu íslensku ekki stríðsáranna og til sé safn sem segir sögu hernámsins líka. Þá held ég að það sé mjög brýnt, og staðurinn sem það er á í dag þetta hefur líka ákveðið gildi í sögunni stríðsárin hér, þar sem þessi bandaríski stóri herspítali hafa reistur. En ég held að það sé gott að einmitt að hafa þetta rými til þess að taka þessu umræðu áður en fara til framkvæmda, því að þetta mun á hvorn veginn sem hvort sem Stríðsfossahafnið verður byggt við það sem það eða hvað sem það er byggt upp annars staðar hér í miðbænum, þá er það gríðarlega mikið fjárfesting sem við þurfum að bara vera með svona góða sýn á hvernig því verður sem best fyrir komið. Það var ekki fleira hjá mér, forseti. Takk fyrir. Orðið laust Fundargerð Bæjarráðs. Þá ætla ég aðeins að fá að taka til máls undir Fundargerð Bæjarráðs, bara svona eins og það er búið að vera að ræða svo sem af öllum, að þá er náttúrulega bara starfs- og fjárhagsáætlun á fullu og það er bara svona áhugavert að sjá vinnuna sem er inn í öllum nefndum, og það var áhugavert líka að sjá þegar að fólk sem fer fyrir nefndunum fór fyrir framan bæjarráð í síðasta bæjarráðsfundi með sviðsstjórum og svona gerði grein fyrir sinni vinnu. En ég ætla aðeins líka að koma inn á einn nýju sem og bara þakka kærlega fyrir hana veglega styrk sem að Fjarðabyggð fékk frá Alcoa Foundation. Þessi styrkur kemur sér náttúrulega mjög vel til þess að bæta eitthvað tjónum sem að við sveitarfélagið varð fyrir í óveðrinu daginn. Kannski ég komi aðeins inn á 2.7 Fundargerð 769 í tengslum við Stríðsfossahafnið, sem allir hafa nú verið að ræða það. En það náttúrulega kemur fyrir að nú erum við að taka fyrir líka fundargerð stjórn menningarstofu og safnastofnunar, og mér líst rosa vel á þessa tillögum að fá og kanna áhugann og möguleikanum að fá heimsókn frá námsbraut í safnafræði á HÍ til að meta valkosti sem við stöndum frammi fyrir í tengslum við Stríðsfossahafnið. Fyrir rúmlega 2 árum síðan þá komu nemendur hingað ásamt kennurum og þeir voru hérna á námskeið sem heitir Safn og samfélag, og ég sat þeir voru einmitt með fund hérna inni og ég sat á fund þar sem við voru að ræða hugmyndir sínar uppbyggingu á safninu og svona kynningar og markaðssetningu fyrir það, og bara með það fyrir huga að styrkja ímynd þess og rekstur svo eitthvað sé nefnt. En
Það fannst mér mjög góður valkostur og til að það sé bara nauðsynlegt að fá þeirra innsýn og ég veit svo sem að síðasta nefnd sem að sá sem að Ragnar vitnaði áðan, sem að sá skýrsluna sem að skerði á síðasta kjörtímabili, var auðvitað líka í samskiptum við þetta. Það er nú bara alltaf gott að fá góða heimsókn til Fjarðabyggðar. En það var svo sem ekki meira sem ég ætla að ræða en orðið þá laust. Nei, þá ber ég fundargerðir bæjarráðs númer 768 og númer 769 upp til samþykktar, þau sem hana samþykkja og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 106 og númer 107 og orðið laust þær fundargerðir. Það enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðirnar til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlega skeiðið merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Það var fundargerð stjórnar menningarstofu og safnastofnunar númer 4 og orðið laust þá fundargerð. Já, Jón Hákon. Já, Jón Hákonarson með orðið, gerðu svo vel. Já, forseti, aðeins hér fundargerð menningar- og safnastofnunar númer 4. Aðeins að koma hér inn á og tengja kannski vegna erindi sem ég fengið, því að hér menningar- og safnastofnun fer með bókasöfn og var hér með til umfjöllunar málum þeim tengd gjaldskrá bókasafna og svo ég ætla nú að tengja kannski aðeins inn til upplýsinga. Það vegna þess að eins og með þekkja þá þetta var farið mjög viðamiklar, umfangsmiklar lagfæringar á húsnæði Nesskóla á þessu ári en núna í sumar og húsnæði Tónskólans vegna miklu. Og það sem hefur gengið vel og við vonast til þess að með þessu höfum við komist fyrir það. En því miður hafa þessar aðgerðir margar hverjar tekið langa tíma. Við lentum alveg inn í skólabyrjun meira að segja með hlutaðum sem tengdist nú kennslurýmum og öðru slíku sem okkur finnst vont að þurfa að gera. Menn vilji helst náttúrulega framkvæma á sumartíma í skólastofnunum, viðhald og annað slíkt, en það vilji allir framkvæma á sumartíma. Og síðan þurfa iðnaðarmenn víst líka að fara eitthvað í frí og þannig að þetta verður svolítið þungt undir fæti þegar þannig er. Þannig að við hefum viljað sjá það með vera gert fyrr en það svona, en það er búið að ná utanum og verða svona kláraðir ákveðnir hlutir í tengslum við þær viðgerðir núna í vetrarfrí komandi. En eitt af því að var að við þurfum að fara í að taka frá veggjum og drena eða afvatna veggi bókasafnsins. Þurftum að loka því í framhaldið, skiptum dúk á gólfi og til þess að komast að því hvort það væri nokkuð mygla þarna og koma í veg fyrir að hún geti myndast, þar sem raki var fyrir. Það reyndist ekki vera í umfangsmiklum sýnatökum, það reyndist ekki vera mygla sem betur fyrir þessu húsnæði, það var ákveðið samt á þessum tímapunkti þar sem var búið að taka allt niður, að við myndum ljúka dúkskiptum á gólfinu og sú framkvæmd hefur því miður dregist. Við ætluðum okkur að vera búin af því og svona áætlun okkar var svo að verðum að gera bókasafnið klárt í þessari viku til þess að opna. Því miður þá höfum við ekki fengið aðilana sem að því þurfa að koma, þeir hafa ekki komist sem hafa verið í dúklögnum hjá okkur. Framkvæmdasvið að vinna í því núna að reyna að stytta þennan tíma að því að mér hafa borist ábendingar þetta og ég veit að bæjarfulltrúum hafa borist ábendingar þetta að svara þessu hér að við gerum nú allt sem okkur getum til þess að koma þessu áfram og koma safninu aftur upp og það opni. Það hefur svona, þetta er þjónusta sem margir sakna, eðlilega, og við viljum klára það sem fyrst. Þannig að vonandi sjáum við tilbaka og ég vonandi veit núna bara morgun hvenær þessi aðili kemur sem þarf að ljúka ákveðnum verkefnum hjá okkur og við getum svo hafið uppsetningu safnsins að nýju. Þannig ég vildi nú inn á þetta bara koma hér undir þessum lið. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Orðið laust fundargerðir stjórnar menningarstofu og safnastofnunar. Það hefur enginn beðið orðið, en þá ber ég fundargerðina til samþykktar þegar sem hann samþykkja vinsamlega skeiða merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá umhverfis- og skipulagsnefnd númer 9 og númer 8
og orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar og Þuríður Lillý, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar að koma aðeins inn á nokkur mál úr fundargerðinni umhverfis- og skipulagsnefnd og það fyrst mál númer 67. Það erindi frá áhugahópi fjölskyldu- og útivistarsvæða á Fáskrúðsfirði. Nefndin harmar að ekki verið fylgt eftir áður samþykktu erindi frá gömlu eignaskipulags- og umhverfisnefndinni og tókum bara mjög vel í þetta erindi frá áhugahópnum og viljum endilega reyna að efla þetta útivistarsvæði, þetta frábæra útivistarsvæði sem er þarna til staðar og komið þessu áfram og vonum að fáum góðar undirtektir þar. Varðandi mál 612, þá erum við að vinna ásamt starfsmönnum sviðsins í nýju kerfi á upplistun lausra lóða og við heldum að það geti orðið mjög svona spennandi verkefni og eykur bæði gagnsæi og upplýsingagildi fyrir íbúa sem að hafa huga á að kaupa lóð eða fá lóð og byggja. Þannig að okkur þetta er mjög spennandi og vonandi verður það bara komið í gagnið sem fyrst. Varðandi mál 615, erindi frá UNICEF, nefndin tekur mjög vel í erindið og við munum halda áfram að skapa barnvænar leiðir til þátttöku, enda heyrum að vel að rödd unga fólksins, þá sérstaklega varðandi umhverfismál, er mjög sterk. Þau vita alveg hvað þau eru að segja, þannig að við hlakkum bara til meira samstarfs við þau. Mál 616, það er meindýravarnir. Mér langar bara að lýsa yfir áhyggjum á því þó að þetta sé sem betur fyrir kannski ekki stórt vandamál en þá tel ég mjög nauðsynlegt að fyrirtæki hafnsækinni starfsemi sofni ekki á verðinum og það er nauðsynlegt að vera í fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir að meindir berist með skipum og mér finnst alltaf að brýna það og þetta var kannski ágætis grundvöllur til þess. Síðast langar mig að koma inn á 618. Það er framkvæmdaleyfi sem er frá Fjarðabyggð reyndar en það er göngustígur fyrir ofan gamla veginn innan við Byggðakjarnar á Stöðvarfirði og ég tel að þetta sé bara löngu tímabært og við fögnum því að þetta erindi sé komið inn og vonandi verður því hrint í framkvæmd sem fyrst. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég hana, að það er upp til samþykktar og þeir sem hana samþykkja við sem að skeiða merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er að fundargerð félagsmálanefndar númer 158 og orðið er laust hana. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð félagsmálanefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja við sem að skeiða merki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fræðslunefnd númer 116 og orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Birgir Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Langar nú að koma aðeins inn á eins og flest öll sem hafa komið upp á undan mér hafa talað fjárhagsáætlanavinnuna. Og hún er komin af stað og þetta er krefjandi verkefni sem við horfum til næstu ára. Og svona til að benda á að á síðasta fundi vorum við að ræða gjaldskrár og það er gert ráð fyrir 4,9% í samræmi við verðlagsspá að gjaldskrár hækki. Mér finnst alveg rétt að vekja athygli á því að okkar gjaldskrár á þessu sviði sýna í rauninni þá stefnu okkar barnvænt samfélag, hvort sem við horfum til frístundaheimila, leikskólagjalda eða tónlistarskóla og því ber að fagna. Og síðan kannski það sem að Þuríður kom inn á hérna áðan, það er þetta erindi frá UNICEF á Íslandi þar sem að þau fara yfir í rauninni tækifæri barna til áhrifa og lista þar upp nokkur atriði varðandi ungmennaráð að ég held að það sé bara gott fyrir okkur öll hér og fólk í nefndum að hafa þetta í huga að vísa málum sem snúa að börnum og ungmennum
til umfjöllunar ungmennaráðs. Og við ræddum það þessi í nefndinni að það eru sennilega ansi mörg mál sem að falla þar undir. Þannig að við þurfum að vera dugleg við það af því að þau, eins og Þuríður sagði, þau hafa flottar skoðanir og við eigum að taka mark á þeim eins og þetta erindi frá UNICEF ber með sér. Þannig að, og eins og við bókuðum í fræðslunefnd þá hlökkum við til samstarfsins við ungmennaráðið og ég vona að allar nefndir geri það svo sannarlega. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð fræðslunefndar, afsakið. Það var engin annar beðið orðið og þá ber ég fundargerðina til samþykktar og þau sem samþykkja vinsælsgefi merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í hafnarstjórn nr. 285 og orðið laust fundargerð hafnarstjórnar. Það hefur engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar til samþykktar og þau sem samþykkja vinsælsgefi merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerð mannvirkja og veitunefndar nr. 6 og orðið laust þá fundargerð. Það hefur engin beðið orðið og þá ber ég fundargerð mannvirkja og veitunefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsælsgefi merki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fjallskilanefnd nr. 2, orðið laust þá fundargerð. Þuríður Lillý hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Já, það svo sem kannski ekki mikið að frétta en mér fannst ég allan að þurfa að koma hérna upp og segja sem sagt að þetta náttúrulega lítil nefnd, þannig að kannski þarf svo sem ekki að fara mikið yfir starfs- og fjárhagsáætlanagerð en varðandi fjallskila samþykktina þá varð svona smá titringur í samfélaginu þegar að kom frá umboðsmanni Alþingis daginn sem að gera það að verkum að við erum að endurskoða aðeins fjallskila samþykktina þannig að hún kemur til okkar að nýju en þetta sem sagt snýr að réttindum landeiganda og réttindum þeirra sem eiga búpening. En hún kemur til með að koma aftur til samþykktar hjá bæjarstjórn. Orðið laust, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, stutt hérna eitt lið í mannvirkja og veitunefnd, það er lið... Við erum komin í fjallskilanefnd. Fjallskilanefnd. Ég var spennt. Ég geti nú allir það. Og get alveg ímyndað mér að fara vel yfir fjallskilasamþykkt SSA. Og jafnvel að ég les hana bara upp með breytingum. En nei, ég biðst afsökunar á þessu. Takk. Þetta var ánægjulegt. Heyrðu, en þá ætla ég að bera fundargerð fjallskilanefndar upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsælsgefi merki, hún samþykkt eða það ekki? Jú, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerð barnaverndarnefndar nr. 142 og orðið laust þá fundargerð. Það var engin beðið orðið og þá ber ég fundargerð barnaverndarnefndar upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsælsgefi merki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og það mál nr. 13 og það fjárhagsáætlun 2022. Viðauki 3 og Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Góðir bæjarfulltrúar. Á síðasta fundi bæjarráðs núna á mánudaginn var lagður fram viðauki 3 fjárhagsáætlun ársins 2022. Og þessi viðauki tekur nú aðalega á svona innri málefnum, innri millifærslum og ég mun nú mæla fyrir þeim og fara yfir niðurstöður sem hann hefur til breytinga á fjárhagsáætlun. Það sem fyrsta sem þessi viðauki tekur til hann settur fram líka að fyrsti liður þess sem hann settur fram með það breyting vegna reglugerðar 1212 frá 2015 sem fjallar bókhald fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Þessi reglugerð, henni var breytt á árinu 2001
Og þá var sveitarfélögum gert skylt að færa byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagaform með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags í samantekin reikningsskil með hlutfallslega ábyrgð. Þetta er mjög liðugt og þægilegt. En á mannamáli það þannig að þetta mörg sveitarfélög mjög víða það eru byggðasamlög mjög stór og víðamikil og það er að gera okkur það að við erum að færa þetta inn í samstæðuna, líkt og við gerðum með hjúkrunarheimilinu á sínum tíma þegar við færðum inn í samstæðuna til okkar og gátum þeirra þá í ársreikningi. Þessi reglugerð, þetta átti nú að gerast þarna strax árið 2001 en það var frestur gefinn út, ráðuneyti gaf út frest sem heimila okkur að taka fram til ársins 2022 að taka þetta inn með viðauka hér á þessu ári og birta svo með ársreikningi þess árs sem þetta verður gerð á næsta ári. Eftirfarandi verkefni sem við gætum komið til álita hér á Austurlandi og nú vil taka fram á Austurlandi sérstakt tillit til að hér eru fækkað þessum verkefnum með kannski marga landsfjórðunga. Það er heilbrigðiseftirlitið, það er héraðsskjalasafnið sem eru byggðasamlög, skólaskrifstofan sem er náttúrulega enn til í sinni mynd og við höfum tekið yfir starfseminnar og eru svo að vinna með frágang á því máli þá hún sé það til sem slík. Samband sveitarfélaga Austurlandi, uppbyggingarsjóður Austurlands og atvinnuþróunarsjóður sem reyndar í mikið breyttri mynd frá því sem var. Þessi verkefni flesti hafa mjög, eins og kemur fram í samantekningu á fjármálastöðu hafa mjög óveruleg áhrif á rekstur og efnahag okkar og það liggja ekki fyrir áætlanir rekstur á árinu 2022 eða sjóðstreymi og efnahagslega stöðu þannig að það er erfitt fyrir okkur að næstu þjóðmöld að setja þessi áhrif inn í eignir og skuldir hjá okkur. En og svo eina félagi sem áhrifin eru meira en 1% af tekjum og er samband sveitarfélaga Austurlandi SSA. Í samskiptum okkar við endurskoðendur er það sameiginlegt mat að það verði tekið inn í samstæðureikning Fjarðabyggðar og þannig að Fjarðabyggð telst að vera 47,90% ábyrgðaraðili rekstum og skuldu. Það er náttúrulega bara vegna þess að út frá íbúafjölda Fjarðabyggðar versus íbúafjölda á svæði SSA og þannig að viðaukinn gerir ráð fyrir að tekið B-hluta og samstæða Fjarðabyggðar vaxi 109 milljónir vegna þessa rekstrarniðurstaða batan 111.000 krónur og sjóðstreymi sömu upphæð. Áhrifin leiða til hækkunar eigin fé samstæða Fjarðabyggðar sömu upphæð. Þannig að þetta eru mjög óverulegar breytingar en engu að síður þurfa að taka þeim með viðauka til þess að uppfylla reglugerð. Síðan í næsti liður viðaukans það er veikindalögn fyrstu 6 mánuðina en bæjarráð samþykkti 12. september tillögu fjármálastjóra að mæta langtímaveikindakostnaði fyrstu 6 mánuðina en sem þekkja þá vikum frá fyrri umhaldi á veikindalaunum þar sem var áður pottur sem var notað til skiptana í árslok heldur tókum það niður og tökum fyrir veikindalaun 2 ára inn í bæjarráði og gerum ráð fyrir að koma með svo í viðaukum séð umfram þær heimildir sem stofnanir okkar hafa eða umfram þann rekstur sem stofnanirnar geta tekist á við. Og þarna er sem sagt skipt, þetta er fjárhæð 40 milljónir sem er teknir að 39,9 rúmlega og sem deilast út á stofnanir eins og með þekkja frá yfirferð á þessu þá náttúrulega inn í þennan veikindalið þess árs spila náttúrulega líka utanaðkomandi aðstæður sem hafa haft áhrif sem skammtímaveikindi einnig sem hafa haft áhrif líka á rekstur stofnana því að við náttúrulega vorum með þá í COVID í fyrstu mánuðum ársins hvað mest en þetta er svona svo tillaga sem við leggjum til núna við fyrri hluta. Þannig að launaliðir fjárhagsáætlunar hækka 39,9 og launaútgjöldin sömu upphæð 39,9 eða 39,8 og í B-hluta 91.000 krónur. Breytingin hefur áhrif til lækkunar rekstrarniðurstöðu og sjóðstreymi A-hluta 39,8 og samstæða Fjarðabyggðar 39,9. Síðan hér þriðji liður þessa viðauka það er reglugerð framlög jöfnunarsjóðs vegna samþættingar í þágu farsældar barna en það er búið úthlutað Fjarðabyggð 15,6 milljónum króna með umræddri reglugerð samþættinguna og þessi kostnaður sem fellur til að Fjarðabyggð á móti þessum 15,6 milljónum sem ég hef nú trúum að verði eitthvað herri mun skiptast á milli málaflokka hjá okkur og það er lagt til að þessum upphæð sé skipta á milli málaflokksins 04 fræðslumála 40% og þar að falli til að 60% falli innan málaflokksins 04 fræðslumál, það er 9,4 milljónir og 40% eða 6,2 milljónir fara í félagsþjónustu. Og þá eru leið tekjur frá jöfnunarsjóði hækkaðar í áætlunum 15,6
og annar rekstrarkostnaður sömu breytingum áður en sagt í málaflokki 04 og 02 sem eru fræðslumál og félagsþjónusta. Síðan úthlutun námsstyrkja árið 2001. Það hafa verið veittir námsstyrkir að upp að 2,1 réttarúm í samræmi við reglur um námsstyrki Fjarðabyggðar. Þannig að við erum að færa til úr deildinni 21.600 sem starfsmannakostnaður, þá leggjum við til þessi upphæð sé færð úr henni og hækki rekstrarkostnaði í málaflokki fræðslumála sömu fjárhæð þar sem þessi námsstyrkir eru allir í stofnunum sem eru innan fræðslumálasviðs eða fræðslusviðs eða fjölskyldusviðs fræðslumála. Þessi breyting hefur engan áhrif á rekstrarkostnað. Síðan að millifærð danskennsla. Það var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2022 að danskennari starfaði hér við grunnskóla Reyðarfjarðar og aðrir grunnskólar tekið þátt í þeim kostnað því að það hafi verið dreift út á liðum. En það er breyting, það var ekki að þessari kennslu með þessum hætti og því er þessi liður tekin út úr áætlun sem hér segir upp á 4,8 milljónir tekjuhlið grunnskólans. Á Reyðarfirði lækkar 4,8 og sama hátt lækka útgjöld innan skólana samsvarandi samtals þar sem þessu kostnaði var dreift á milli. Þessi breyting var engin áhrif heldur rekstrarkostnað. En samandregið hafa þær breytingar sem áður voru tilgreindar og hafa áhrif á rekstrarkostnað sem er þá að færa inn í aðalsjóð eða færa hér inn í samstæðuna. Breytingar á fjárhagsáætlun þannig að rekstrarniðurstaða í A-hluta lækkar sem nemur 39,9 sem er veikindalaunin. Rekstrarniðurstaða í B-hluta hækkar 0,1 milljón og heildaráhrifin lækkun rekstrarniðurstöðu samstæðu 39,8 milljónir króna og rekstrarniðurstaðan nú áætluð í A-hlutanum er nú áætluð neikvæð 107 og samstæða í heild áætluð jákvæð 165 milljónir króna fyrir árið 2022. Því eins og maður þekkja þá koma fram núna þær breytingar sem eru á verðbólgu sem hafa verið tíðarsa ári. Eigið fé stofnstækara stofnunar sem viðskiptareikningar við aðalsjóð breytast í samræmis og sjóðstaðan verið þannig í árslok 60 milljónir sem er áætlað núna. Það var ekki fleira að þetta er þessi niðurgjöld tekur fyrir. Fyrir orðið er laust viðauka. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp þennan viðauka til samþykktar og þau sem hann samþykktar þessar skeiði merki og hún er viðaukinn er samþykktur með 9 atkvæðum. Að lokum að fundaáætlun bæjarstjórnar og ég mæli fyrir þeim lið að fundadögum og fundatímum bæjarstjórnar í nóvember verði breytt þannig að næsti bæjarstjórnarfundur verður 8. nóvember sem er þriðjudagur og það er frávik frá reglu þar sem að fundatími okkar er á fimmtudögum. Einnig mun hann byrja klukkan 16:15 eða 15 mínútur yfir 4 þar sem hann verður haldinn hér í fundarsal Austurbrúar eins og gert er hér í dag en salurinn er í notkun til 4 og þar að leiðandi mun seinni bæjarstjórnarfundurinn í nóvember seinka viku og verður 24. nóvember en það er gert vegna tímans sem að þarf að líða á milli. En orðið er laust fundaáætlun bæjarstjórnar. Og það hefur enginn beðið orðið og þá ætla ég að bera fundaáætlun bæjarstjórnar upp til samþykktar og þau sem hann að samþykkja vinsælast skeiði merki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar með dagskrá þriðjudaginn 8. nóvember, endurtek þriðjudaginn 8. nóvember klukkan 16:15. En ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetu, umræðu og þátttöku á fundinum og segja hér með slitin. Takk fyrir.